Fljótamaðurinn Trausti Sveinsson keppti í skíðagöngu á vetrarólympíuleikunum í Innsbruck árið 1976. Hann var reyndar ekki hár í loftinu þegar hann byrjaði að ganga á skíðum, enda oft ekki aðra leiðir færar vegna fannfergis í Fljótum. Ég hef alltaf átt heima hér, aldrei búið verið annar staðar nema bara það tíma sem ég fór í vinnu út á við. Og svo þegar þú skrafst á ólympíuleikana? Já, það var nú orðið langt síðan. Hvenær var það? Það var 76 í Innsbruck. Þá fórstu einmitt að keppa á gönguskíðum? Já, ég fór í keppigöngu og það var náttúrulega ævintýri alveg hreint. Og ég held að það sé toppurinn að allir íþróttamenn að vera að keppa því að komast á ólympíuleika. Það er annars skref að fara að æfa undir ólympíuleika en svona daglega við Íslandsmót. Heldur betur. Og það má segja að hér í Fljótunum, þar fékkstu nú þína æfingu og reynslu. Já, og það var allt farið á skíðum hér áður fyrir. Það var ekkert hægt að fara eftir vegum með einhvern tækjum, það voru ekki tilhendur. Og menn löppuðu bara á skíðum, meira og minna. Var ekki alltaf hér snjór, nánast bara allan vetur? Allan vetur, það var svona oft sem að kom snjór bara upp úr göngum. Það var miklu stabillir snjór þá en nú, sko. Nú er það að hlýna svo mikið og búið í 25 ár einlega lítill snjór með það sem var. Og Nema í vetur. Nema í vetur, sko, það er 25 ár síðan nefnilega. Það var mest 95 sem var náttúrulega samkvæmt munnmælum, við verðum að bera saman svona vestu veturnar í snjóakomu, eftir svona munnmælum gamalli manna. Þá var það 1910 sem var álíka mikið snjór og 95. En síðan það var bara vendipunktur og þá frá hlýna og svo er bara verið góði vetri í 25 ár, langt til núna. Nú er það breytast aftur. Hvernig finnst þér skíðagöngu kappanum sjálfum að hafa alla þennan snjó? Það er dásanlegt. Þetta er það sem þykir væntum og þetta er kosturinn við sveitina. Það hafa svona mikið snjó. En það verður, nú er skíðafljótamannalegi niður í 25 ár líklega, eitthvað cirka. Og nú þarf að endbyggja það eða endurræsa, eða hvað maður að segja. Ef ég þekki rétt að þá verður ekki lengi að því? Lengi, það fer eftir íbúunum, sko, hvað þeir eru á samir, en það þurfa all börn sem lífa hér, þeir þurfa að læra á skíðum til þeir ekki væntum sveitina. Það gefur svo mikið líf, sko, og gleði. Og skapar minningar. Já, skapar minningar. Trausti hefur alla tíð haldið sér í góðu formi, gengið á skíðum alltaf þegar færi gefst. Það er honum jafn eðrislegt að fara á skíðum og að drekka vatn. Hann hefur oft staðið fyrir mótum í Fljótunum, fengið ýmsa erlenda skíðagöngumenn til landsins og þjálfað ungviðið á skíðum. Aðalgöngusvæðið er í Holtsdal. Og þar vorum við 70-80% af æfingatímanum. Því það var kostur við Holtsdalinn, það var náttúrulega tryggasti snjórinn, en það var líka lognið í suðvestanátt. Suðvestanáttin er ríkjandi hér, fyrir þetta norðvestanáttinu, það er suðvestan og norðvestan. Og þá skóf ekki slóðir þar, bak við hinnina. Það var að leggja 5 km brautir á þess að skæfi í brautirnar. Og það var svo mikið atriðið því við þurfum að tróða brautirna á þeim fóru að æfa. Og þarna var alveg geysilega gott svæði til að æfa. Og þið fóruð á skíðum, hérna fram á frá? Þeir kom alls staðar að helgar. En tímatökunum, við reyndum að taka tímatökur hérna þegar allt svona fyrir kringu 1970, þá vorum við svona mesta starfsemina. Þá var reynd að hafa mót hverja helgi eiginlega, taka tíma. Það var mikið atriði og við komum þá bara neðan Hannesvík og Vesturfljótunum til þess að þá vorum við að labba bara á milli. Í þá daga byggum miklu mun fleiri Fljótum en nú. Í Haganesvík til dæmis byggum það leyti sem Trausti fæddist, tæplega 40, en aðeins 10 árum seinna voru allir fluttir þaðan. Til að komast úr og í skóla þurftu börnin að ganga á skíðum. Krakkarnir þurftu að labba í skólan, hvaðan sem við byggu. Það var líka, yngri deildin var hann í Skeiðsfoss, þá þurftum að labba þar og heima við svolítið til. En hér þegar var hérna Skettilás, þá var skólinn þar. Þá þurftum við að labba heimana og til dæmis frá Bjarnagil hingað, þá var 2,5 km, þá var 5 km á dag sem við þurftum að labba í skólan eða til og frá. Fannst ykkur eitthvað þetta? Það var mikil grunnur og þegar koma góða brautir, þá var hann að keppa góðum hraða nýr í skóla.
Þetta var yndislegt og svo farið á skíði á kvöldin eftir skóla. Hérna þá var hann að leikið sér í öllum brekkum og það var ekki bara skíðagangan, heldur var það líka að stökkva. Það var mikið gaman og svega líka. Já. En þetta er náttúrulega frægt svæði mitt fyrir skíðaiðkun. Já, þetta var bara nauðsyn hérna áður en að veginni kom uppleiftir og Trausti hefur verið mikill talsmaður fljótamanna og borið hag svæðisins fyrir brjósti. Samgöngumál eru honum hugleikinn sem ekki er svo erfitt að skilja þegar aðstæðu fólks í fljótum eru skoðaðar. Eins og veturinn hefur verið til dæmis, hefur þurft að treysta á öflug tæki til að komast og það er engir venjulegir vegheflar sem komast í gegnum skaplana. Og núna þarf náttúrulega að fara að hleypa þessu veg, það sást bara í vetur að hleypa honum upp hérna fram sveitina. Það er hækkan metir, 1,5, en þetta er dýrt. En það er dýrt að moka líka og það er bara það er ekki hægt að vera með svoleiðis þjónustu, það verður að hleypa þessu upp og bundi sér slitlag. Það er ekki á allra færi að búa í þeim aðstæðum sem skapast í fljótum og hefur fólki fækkað síðustu áratugina. Segjum við, nú búa hérna svona 50 manns, Já. Hvað var hérna þegar mest var? Það fyrir eftir hvað við fyrir langt aftur en kringu 1900 eða fyrir 1900 þá voru 766 íbúar. Þá voru 80 lögbýli. Það var næstum 10 manns að hver einasta lögbýli. Og það gerði náttúrulega sjósókn. Það var svo mikil sjósókn. Þá voru 44 bátar frá Hraunakrók og Hagnesvík sem voru gerðir út. Það var hákarlalega og hákarlaveðar fyrr. Og þá var hákarlalýsi svo dýrmætt af því það var notað í eldsneyti í Evrópu, gríðarlega verðmæti í hákarlalíferinni. En svo þegar rafmagnið kom í Evrópu, þá datt verðið niður og þá fóru menn að róa á fiski til að þorskveiðar. Og þá voru 44 bátar, þannig upp á 1890. Trausti, hver er fallegasta sveit á Íslandi? Það er Fljótin. Gríðilega falleg.